Já, heyrðu, fyrir rúmri viku þá var hérna hjá mér Ólöf Ingólfsdóttir sem dansari og reyndarsöngvari líka sem var hafði verið virk í listalífinu hér á árum áður og farið svo í langt hlé en síðan að brjótast fram aftur og mér ræddi náttúrulega dansverkið hennar, eitthvað skíin sem var niður í Tjarnarbíó og önnur verk sem hún að sinna núna en það var svona svolítið þráður í því að svona hvað listin þegar maður svona pakkar henni niður og svo brýst hún fram aftur og það var svo til að Elín Óskarsdóttir óperusönguna, hún var í kannski svipari stöðu, þú varst áberandi hér í að syngja og svo hvarfstu, eins og sagt þú hvarfst náttúrulega ekki, en varst ekki eins áberandi. En ertu að fara að halda tónleika núna? Já, það stendur til. Ég hef svo sem ekki verið mjög áberandi í 10 ár. Já. Og vegna veikinda, sem að tók dálítið langan tíma að komast að raunum hvað var að mér. Fékk töluvert vitlausa greiningu fyrstu árin. 2013 þá ég að byrja að finna fyrir einhverjum einkennum sem ég áttaði mig bara ekki á hvað var og 2015 var ég í rauninni orðin bara mjög slæm af alls konar verkjum í líkamannum bara frá toppi til táar og sem að endaði með því að ég misti röddina meira að segja og þetta tók mig 6-7 ár að brasa með þetta í fartaskinu og vita hvað væri að. Það var búið að greina mér rauninni, ég væri vefjagigtasjúklingur og ég yrði bara að læra að lifa með því. Sem að mér fannst ansi hart og það voru reynd á mér alls konar lyf og sem ekkert hafði að segja. Ég var ekkert betra af þeim. Ef eitthvað var þá var ég verri því mér leið ekki vel af þessum lyfjum og endanum þá bara hendi ég þessu drasli. Og eftir sem sagt 6-7 ár að þá hugsaði með mér ég sætti mig bara ekki við það að vera ekki eldri en ég og get ekki sungið meira og get ekki lifa lífinu almennilega því mér leiði svo illa. Mér leiði svo illa andlega orðið, ég gat ekki orðið hlustað á tónlist. Því síðan náttúrulega syngja því að röddin var farin. Þegar þú segir röddin farin þá var það ekki svona eins og við hugsum það venjulega fólki heldur röddin til þess að geta sungið. Til þess að geta sungið. Þá hugsaði ég náttúrulega þannig. Það bara krafturinn farin úr henni. Já, krafturinn og bara ég komst ekki nema bara gat ekki sungið nema svona 1 áttund. Ég sem að hef aðalli jöfnu 4 áttundir. Þannig þetta var ekki Elín Ósk. Ég þekkti mikið orðið. Og þá leitaði ég á náðir heimilislæknisins míns og bað hann bara að hjálpa mér. Þetta bara væri ekki að ganga upp. En þegar ég var komið þangað, þá var ég bara því komin að gefast upp. Bara löngunin til allra hluta var engin og ekki nóg með það heldur ég bara botnaði ekki í því að hverju ég manneskja sem var alltaf grönn var búin að fitna 20 kílóa þetta var ekki eitthvað eðlilegt þetta var ekki vefjagigt, það kom ekki til greina þannig að það endaði nú með því að ég fór þarna til heimilislæknisins og ég segi við hann að nú sé bara 1 hálmstrá eftir. Þetta hálmstrá væri að fara til kvensjúkdómalæknis. Einhvern veginn skaut það upp í kollinn á mér eftir þessi ár og ég vissi ekkert af hverju ég var að fara til kvensjúkdómalæknis. Ég bara fann að það var síðasta hálmstráið mitt. Nú og það endaði með því að ég komst að hjá konu sem heitir Ósk Ingvarsdóttir en þegar ég fer frá lækninum að þá sagði hann mér að ég yrði bara að gera það upp á eigin spýtur því það væri alveg löngu hægt að vísa til lækna af þeim. Svo ég fór bara heim í tölvuna og prentaði bara inn kvensjúkdómalæknar, lokaði augunum og benti bara á eitthvað nafn. Sem góð leið til að velja. Já, svo leið bjargaði lífi mínu
Ósk Ingvarsdóttir bjargaði lífi mín. Og hvernig þá? Þegar ég fer til hennar, að þá ég búin að spjalla við hana, stutta stund, þá segir hún við mig, veistu Elín, ég veit alveg hvað að þér. Það hugsaði með mér, já, ok. Fleiri læknar hafa haft hugmynd það líka hingað til. Þetta eitthvað öðruvísi, hugsaði með mér svona. En ákvað að gefa henni séns og hún fer að tala við mig. Og segir, það alveg greinilegt að estrogenið þitt farið úr líkamann. En það hlutur sem að konur verða að hafa til að allt gangi upp, allt kerfi gangi upp. Og ég náttúrulega spyr hana hvað það sé í rauninni, það eins og já, hún segir þetta og segir jafnframt sko að ég verði þá bara að fara á svo kalla estrogel, að pröfa það, vita hvort að það sé hormón, að þetta sé bara farið mínu líkama, prófa það að bera þetta á mig frekar en að taka töflur því það sé heilvanlega að nota þetta í gelformi. En ekki að mæla það hvort þú sett með? Jú, svo var það gert og þá kemur þetta ljós. Þið vantar það bara? Vantar. Og hvernig, af hverju gerist það að allt í einu, ég veit ekki hvort það líka með framleiði þetta eða hvort þetta til staðar? Sko, þegar konur fara á breytingaskeiði, að þá gerast ýmsir hlutir í líkamannum. Við hættum að blæðingum og sumar konur finna fyrir alls konar ónotum og svitakófum og öllu mögulegu. Mínir verkir voru liðverkir og baki, öxlum, herðum, fótum, nefndu það. Röddin fór, heilaþoka. Ég mundi ekkert orðið sko lengur og þetta brasaði ég við þangað til 2019 þegar ég komst til hennar Óskar, nöfni minnar. Og þegar þetta gerist að þá fara efnaskiptin líka í rugl. Að því fitnaði ég svona. Og ég, eins og sé, ég botnaði ekki í því á hverju það gerðist. Því ég var ekki vön að fitna 10 kíló. En þetta breytti öllu. Er þetta dæmi, þú kannast við það oft sagt að sko að læknisfræðin sé smíðuð í kringum okkur kallana og að þegar að konur koma með sinn vanda þá bara ekki lausnir eða vísa frá eða gefið eitthvað rófandi bara. Þetta saga sem svona dæmi það að ég meina, þú ert ekki fyrsta konan sem fyrir á breytingaskeið. Þú ert líka ekki fyrsta konan sem fellur niður sko kvenhormónin. Já. En af hverju kveikir ekki bara heilsugæslan og læknarnir á þessu? Það nefnilega góð spurning. Ég búin að spyrja mig svo oft að þessu. Og að það skulle ekki vera meiri vitund þetta hjá almennum læknum. Að breytingaskeið geti farið svona illa með konur. Já, ég fekk mér að heyra það hjá einum lækni sem ég fór til að þetta væri bara orðið móðursýki. Ég bara að læra að lifa með þessu og hætta þessari móðursýki. Þetta væri bara ellin að knýja dýra og þetta við það? Já, ekki nema rúmlega 50 manneskjan. Þetta var ekki eðlilegt. En ég get alveg sagt þér að ég kannski var svona óskaplega tóm í kollinu fyrir því að þetta gæti verið breytingaskeið, ég sjálf sem að ég hefði nú kannski bara átt að fatta en í þessum hörmungum mínum sem að voru hreinlega hörmungar þetta tímabil að þá einhvern veginn sko að því mér verkaði svo allstaðar ég hafði bara heyrt talað svitakóf og eitthvað svona einhverja vanlíðan en ekki svona eins og ég var bara að gefast upp að þá hvarflaði það ekki að mér að þetta geti verið breytingaskeið fyrir en að ég fann út úr því að þetta var bara hreinlega síðasta hálmstráið mitt að prófa þetta. En segðu mér á leiðinni niður, gerist þetta mjög snöggt að þú verður svona verkjuð og þú fer svona heilaþoku og þú missir svona þróttinn og hefur svo áhrif á því svona andlega að þú sér þig ekki út úr þessu og gerist þetta bara á örfáum mánuðum eða er það hægt og bítandi að grafa undan þér? Sko þetta eiginlega í rauninni var að grafa undan mér í 2 ár. Eins og ég sagði áðan 2013 þá var ég ennþá með Óperukór Hafnarfjarðar sem ég stofnaði árið 2000 og var búin að vera erlendis með hann og hingað og þangað og ég fann þá að ég átti orðið svo erfitt með að stjórna. Ég var hann svo þreytt. Halda höndunum uppi bara. Já, halda höndunum uppi. Það var bara ekki orðið möguleiki. Þannig að þetta fór svona smán saman og þá hætti ég. Kórinn dó, ég hætti.
og þá fór þetta smán saman að grafa undan mér og 2015 var ég bara orðin verulega lasin. En þegar þú byrjaði síðan að taka hormónin, þá bara mjög hröð uppleið aftur? Myndur þú segja að þú værir meðan við út eldri, að þú væri bara á sama stað og þegar þú byrjaðir að veikjast? Já, það ekki flókið. Ég komin allan minn lífsþrótt aftur og röddina frá A til Ö, upp úr og niður úr eins og hún var. Allar þínar 4 áttundir. Allar mínar 4 áttundir. En sko þetta tók 2 ár að koma mér upp. Því að það þurfti að byggja upp rólega aftur estrógenið í líkamann þennan hormón og ég fór að finna fyrir því smán saman að þetta var að breytast og gera sig. Nú mikið til þess að hafa von á því að þetta sé leiðin út. Já, algjörlega. Ég fann bara eftir 2-3 mánuði strax mun að það var eitthvað að gerast og á endanum að eftir þannig 1,5 ár, rúmt 1,5 ár, að þá var ég orðin gjörsamlega verkjalaus. Finn ekki til í baki, finn ekki til og veit ekki til þess að sé neinu vefja gikt í mér. Og þá var náttúrulega góður á dýr því að ég hafði þyngst 20 kílóa. Hvað átti ég nú að gera? Þannig að þá voru góður á dýr og ég náttúrulega tók bara á því. Og ég leitaði mér aðstóðar hjá konunum í lifðu til fulls. Það svona heilsumark þjálfun. Og ég hafði samband þarna við þær og hún heiti Júlía sem að rekur þetta og þær prógrumuðu mig bara inn með algjörlega hollt og gott fæði og til þess að ná þessu niður, þessum kílóum sem er efnaskiptin ullu, að þá varði ég að fara einhverja kröftuga leið og þá gerðu þetta mjög skynsamlegan hátt og með þeirra hjálp og hún heitir Eyrún sem að hjálpaði mér, dásamleg manneskja og hún svo dásamleg, hún svo eftirfylgin og maður má alltaf hafa samband við hann og við vorum alltaf í hálfsmánaðar viðræðum bara á netinu. Hún prógramaði mig í hollu og algjörlega eiturefnalausu og engu unnufæði. Ekki kerunin matvæli. Ekkert nema hreitt og gott, ekkert nammi, ekkert sigur, ekkert gos, ekkert desert nema, jú, ég bý minn til desert, ég bý hann bara til að hollanmáta sem er ofsalega gott og með þessu móti get ég sagt að hér og nú frá því 8. apríl þar til í dag ég búin að losa mig við 32 kíló með þessu móti frá apríl í fyrra. Í fyrra? Já, það er ekki ár. Þannig að tölvuspáin segir að þú eru horfin eftir 2 ár. Það er svolítið mikið, 35 kíló 32 kíló. 32 kíló á hvað, 10 mánuðum? Já, það er ekki flókið. Það fóru bara jafnaði 2 kíló á mánuði, fyrstu mánuðina og svo svona 1,5 og 1. En ekki gott fyrir söngvar að vera svolítið þéttur? Þeir voru allavega í gamla daga, voru þeir ansi bæði konur og kallar. Já, það er alveg rétt. Meðalþyngdin mun hærri en hjá almenningi. Já, en veistu það ekkert betra. Það ekki betra. Nei, þetta bara... Þetta ekki hljómbott sem fólk væri. Veistu það, ef það eitthvað þá bara erfiðara að burðast með eitthvað ótal umfram kíló vegna þess að þú þarft að vera í góðu formi, þú þarft að geta hreyfti, þú þarft að hafa lungun í lagi, númer 1, 2, 3 og þú þarft að vera góður, þú þarft að vera í góðu formi að öllu leyti og það hjálpar ekki að vera of þungur, kannski 50-60 kílóum of þungur, það bara erfitt. Það enn að þú segir að það hefur mist röddina og þú þú listamaður. Já. Og býrðu það að þú þarft að vera í einhverju svona sköpun til þess að virka sem elínósk. Þegar röddin fer, heldur að það sé svona meira áfall fyrir þig heldur en að segja að þú væri bara pípulenningamaður og værir veik og getur ekki mætt í vinnuna? Er þetta því að stundum í listin er náttúrulega svona einkanleg og persónubundin, kannski umfram önnur störf eða hvað? Jú, alveg rétt, vegna þess að þetta svo viðkvæmt. Þetta svo viðkvæmt að vera söngvari. Þú ferð ekki út í búð og kaupi nýja streng í hljóðfærið þitt. Raddböndin eru það sem þú þarft að byggja á. Og ef hún hverfur og þú ert söngvari og hefur það sem atvinnu, þá er það bara skelfingin ein.
það segir sér sjálft. Og upplifur það svona eins og þú sért eiginlega ekki söm. Þetta vont að missa heilsuna, það ábyrðum alla. Jú, ég bara velta fyrir mig hvort að sé eitthvað að vera eiginlega klift frá því að geta stunda þá sköpun sem var þér lífsnauðsinn. Það var rosa mikilvægt fyrir mig að geta komið tilbaka því að eins og ég sagði áðan, ég var hætt að geta hlustað á tónlist, en það sem ég hef alltaf viljað alla mína ævi frá því ég var 3 ára gömul þegar ég sagðist alltaf verða söngkona og það er svo mikilvægt fyrir mig að hafa geta komið tilbaka því þetta var bara hreinlega lífsviðurværi mitt að vera söngkona og áhugamáli mitt í leiðinni og þetta er það besta sem að ég get hugsað mér, það er að fá að vera söngkona. Þess vegna var þetta alveg óskaplegt högg og ef einhver er með þrá eftir því að vera fagmaður í einhverju, það hlýtur að vera skelfilegt á hvaða handamáta sem það er að vera kippt svona út. Ef það er einhver iðnaðarmaður smiður með sér fingurna, það er skelfing. En hefur þú breyst sem söngkona? Það sagði nú við mig góð konu daginn. Ég held þú hafir aldrei verið betri. Á þá við að sé þarna svona eitthvað svona tónn og það er stundur sem gerist það að það kemur eitthvað út úr lífsreynslu. Það er alveg rétt, já. Ég held að það hafi líka skipt svolítið máli og kannski það líka í dag að ég hef trúna með mér á Jesú Krist. Ég er svo róleg. Ég er svo yfirveguð miðað við það sem ég var. Ég hef alltaf verið afskaplega... En þú fannst Jesú í þessum dal? Já, ég fann hann. Þessum myrka dal? Já, og það var... Og trúið því að hann hafi stjórnað þegar þú varst að benda blindandi á lækni? Eða hvað? Ég vil gjarnan trúa því, já. Ég vil gjarnan trúa því að það hafi ekki verið verra að hafa hann með mér. En hann var ekki kominn svo mikið inn í líf mitt þá. Því að kringum það leyti að þá löpum við maðurinn minn, Kjartan, inn í Boðunarkirkjuna í Hafnarfirði. Og við höfðum aðeins kynnst þeirri kirkju áður 2000 til 2001 þar sem að maðurinn minn spilaði þá á samkomum og þá voru þau í Smáranum með kirkjuna. En þarna í Hafnarfirði, við búum stutt þarna frá kirkjunni og það leiddi okkur eitthvað þarna inn því okkur vantaði bara báðum eitthvað hald og traust. Við komum inn í Boðunarkirkjuna á samkomu og fundum það að þarna var mikill kærleikur í gangi og smá saman þá fórum við að venja komur okkar þangað og það var tekið svo fallega á móti mér og okkur að ég fann að þetta var eitthvað sem mér langaði að skoða betur. Trúin á Jesú Krist. Ég hef alltaf verið trúið og fyrir allar uppákomur öll gigg og allar uppákomur, óperur og annað sem ég hefur flutt, þá hef ég alltaf beðið bænirnar mínar rétt áður ég fer inn á svið. Að biðja Jesú að vernda mig og blessa í gegnum það sem ég er að gera. Og þarna fann ég að ég gat treyst þessu og þarna var ég fann að finna að ég var að fá lífslöngunin aftur. Líkamlega var ég að húrrast upp og þarna fann ég að lífslöngunin mín var komin og það var svo dásamlegt því ég er svo lífsglöð kona og alltaf verið. Boðunarkirkjan er svona, myndi ekki kallast vakningakirkja? Já. Sko hérna, hún er fyrst og fremst að boða orð drottins. Já. En hún er svona þá sem ekki þekkja, þá er hún svona á þeim stofni safnaða sem eru líkir kannski Fíladelfíu söfnunum og þetta er vakningakirkja. Já, við skulum segja það. Við skulum segja það bara ef þú vilt hafa það orðið yfir það. En hún boðar orð drottins, hún fer eftir Biblíunni og því sem í henni stendur. Og það er mikil fræðsla í gangi og samkomurnar byggjast upp afskaplega fallega þannig að allir eru svo glaðir og rólegir og hafa tíma til að skoða orð drottins með viðkomandi. Glaðir í Guði og tónin á hann. Já, og svo líka svo höldum við okkar hvíldardag á laugardögum samkvæmt boði Jesú Krist. Já, svo aðventistarnir.
Þetta er aðventista kirkja. Þetta er aðventista kirkja? Já, þetta er aðventista. Þetta er systurkirkja aðventkirkjunnar. En það er ekki svona, að því ég sagði, vakningakirkja, það er oft svona mikið gospel og mikið söngur. Já, það er ekki sérstaklega þarna. Þannig að þú ert ekki byrjað að syngja í samkomum. Sko, ég er listræðstjórnandi orðin í kirkjunni og maðurinn minn er tónlistarstjóri og sér hljómsveitina og það er oft afskaplega skemmtilegt og létt og flott hjá okkur, sko. Og ég passa upp á það í sambandi við að það vera listræn stjórnandi að vera með eins og aðventu hátíð og fæ listafólk til að koma af öllu mögulegu tagi og páskahátíð er við með mikla og fallega og þetta náttúrulega bara allt hvað við kemur þá páskonum, jólunum og svo hefur við verið með country samkomur og allt mögulegt, skemmtilegt. Þannig það er vakning að þessu leyti, skilur. En að því að lýsa þessu að svipa leyti og hormónin eru byrjað að hafa áhrif á þig og lyfta þér upp, að þá kynnistu Jesú aftur eða svona endurnýjar heititt við hann og hann lyfti þér upp. Nú ætla ég að koma með aðstæðanlega spurningu. Í batanum, þá var þetta annars aðeins með hormónin og hins aðeins með Jesú. Hvort skiptir meira máli í batanum? Þetta skiptir allt máli. Þetta skiptir allt máli. Það er leiðileg spurning að láta þér velja. Þetta skiptir allt máli. Náttúrulega, sko... Þú myndir ekki vilja að sleppa öðru? Nei, ég vil vera með hvort ekki, ég er svona kröfuhörð, sko. En þú ert að fara að vera með tónleika ekki núna helgin heldur næstu og þú verður í Langholtskirkju sem er mikil söngkirkja. Já. Hvað ætlar að syngja? Ég ætla að syngja trúarlega tónlist og þessir tónleikar eru svona nánast tilengaðir Boðunarkirkjunni og öll innkoma af tónleikunum rennur til kirkjusjóðs Boðunarkirkjunnar í þakklæti skyni fyrir það hvernig þau umvöfðu mig og komu mér í trú að ég gæti allt aftur. En þú kemur þarna og þetta er endurkomu tónleikar? Já. Þannig að það munu ykkur koma og hlusta á þig sem að muni eftir þér. Það ætla ég að vona því að ég lofa góðum tónleikum. Þó þessu trúarlega tónleikar, þá má fólk ekki misskilja að þetta verði ykkur fyrirgjöðu helgislepja. Nei, en það er kannski stór hluti af söngbókmyndunum eru trúarleg. Það er bara heldur betur. Ég er að flytja þarna til dæmis stykki eftir hann Donald Fraser, bandarískan höfund sem heitir Amen fyrir kór, einsöngara og hljóðfæri og Sanctus það er eftir Gounod og það er afskaplega glæsilegt stykki og fleiri svoleiðis faði voru eftir Malotti í svolítið öðruvísi búningi og svona létt, jáfnvel svona gospellög suður-ameríska sálma sem að voru bara kallaðir hérna í gamla daga negra sálmar og það má kannski til gaman segja það þegar ég var í mínu tónlistanámi sem krakki að þá var það fyrsta sem ég söng einsöng í að ég var, skal ég segja þér, að syngja Kumbaya My Lord. Það er fyrsta lagi sem ég söng einsöng í. Þetta er svolítið skemmtilegt. Ég var 11 ára gömul í tónlistaskóla Kórangaenga hjá Sigríði Sigurðardóttur. Var þar í tónlistaskólanum og þetta var það fyrsta. Þannig að þetta tengi mig svolítið núna tilbaka að þessi fallegi sálmur Kumbaya My Lord skuli fylgja mér en þá svona í huganum að mér langaði að hafa þetta trúarlega tónleika og að því ég fann frelsið í trúnni. Og þú ert að þakka fyrir þig? Ég er að þakka fyrir mig. Herðu, þetta er áhugavert Elín Ósk. Takk fyrir að koma hingað og segja sögu þína og gangið vel. Nú er endur komið tónleikar og þú baðst alltaf fyrir alla tónleika þannig að þú lítur að biðast mikið fyrir þessa. Þetta er svolítið stórir. Já, og margir biðja fyrir mér. Já. Og gleðileg stund að eins og þetta lýsa að snúa tilbaka. Já, takk fyrir. Gaman að fá þig aftur upp á svið. Takk fyrir kærlega. Þetta eru lokin á Rauðaborðinni í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Oddnýju Eir fyrir viðtölin sem að þau komið með, Pétri og Laufey fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að hafið verið að hlusta og horfa. Þið breytið þessu spjalli okkar í fjölmiðlun
Og það sem meira að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér og þá kikið fólk á þetta og finnur efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpsveitum bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarin.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef þú vill, ég veit ekki munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinu líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunan, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, fólk sem að veit að það er ekki hægt að byggja upp svona nema að margir leggji eitthvað til. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðun.is. Þar er hnappur sem ástandur áskrift. Það getur skráð fyrir 2.500 krónum á mánuði sem er lágmarks áskriftin eða grunn áskriftin. Þú mátt borga meira ef þú vilt, það gera margir og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En þetta er orðið gott í bili. Við sjáumst hér á morgun að þá verður rauðaborðið klukkan 4 í eftirmiddaginn eins og er alltaf á föstudögum. Þá er það sem við köllum vikuskammtur, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með góðum hópi fólks. En þetta er búið í bili og ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.